Hvað er ofta að sitja henni? Ég finn hvað í kring, svona. Hvað heitir og hvað ertu gömul? Ég heiti Guðrún Björnsdóttir og ég er 67 ára gömul í haust. Hvað áttu þið mörg systkini? Ég átti 9 systkini. Það var mikið. 8 systur og bræður. Við erum 8 systkini. 2 börn. 2 bræður. Hvað áttu þið heima? Á Siglufirði. Fædd og uppfædd þar. Og öll systkini mjög. Já. Var bíll á heimilinu? Já, á bíll. Margir? Já, það var 2, bæði vörubíll og jeppi. Fórstu oft til Reykjavíkur? Nei, ég fór aldrei til Reykjavíkur, ég var orðin 14 ára gömul. Og fórstu þá í svona bíó eða leikhús? Já, fór í bíó. Og fórstu nokkuð í tíólífið sem var það? Já, ég fór í tíólífið þá. Það var ekki þessi vaskíðinni. Og það er ekki skemmtilegt? Já, mjög skemmtilegt. Hvernig var félagslífið á Siglufirði? Félagslífið var mjög gott á Siglufirði. Voru margir krakkar? Já, ég kom svo mikið út í bæðarskíðum og sleðum og það voru ekki til snjóþotur. Við bjuggum bara til þotur úr svona stangplötum eða bárujárnsplötum og reyndum okkur á því. Ok. Var grunnskóli á Siglufirði? Já, það var grunnskóli. En menntaskóli? Nei. Menntaskóli og gagnfræðaskóli og iðnskóli. Iðnskóli? Sem er núna farið, já. Er það allt farið núna? Iðnskólinn er farið. Og er gagnfræðaskóli? Gagnfræðaskóli, já. Og grunnskóli? Og barnaskóli. Þetta er kallað allt grunnskóli, það geta verið. Og hvernig var Siglufjörður? Siglufjörður var eitt ævintýri. Það var alveg þetta skiptist í 2 bæir má segja og veturna var dauft og svona lítið að vera nema bara svona félagslíf en svo á sumrin þá var það bara svo stór. Það bara fylltist bærinn af fólki og var í öllum bröggum sem við kölluðum og allar íbúðir og allt sem hægt var að hýsa fólki var fullt. En þarna, núna þetta fræga verslunarhelgina, Svíþjóðhelgi. Já, það er verið að minna fólk á hvernig þetta var í gamla daga. Og á Svíþjóðhelgi er ekki svona verið að salta? Það er verið að sýna sköldur nú og þessar gömlu verkur sem var á Svíþinni og báta, regnettabáta sem síldarnótin var yfir upp í þegar þeir voru að veiða síldina. Það var 2 stórisbátar til sýnis líka þarna í Síldarmýrarhöfn. Og þá kemur náttúrulega fullt af fólki. Já, það var líf og fjör. Fjör og Sigló. Fjör og Sigló. Allir skemmta sig saman, ungir sem gamlir, alveg fram á nótt. Já. Þá held ég þetta sé bara komið. Já. Og ég þakka bara fyrir þetta viðtal. Já, sömuleiðis. Það er gaman að geta sagt þér frá þessu. Takk fyrir.